Komið sæl. Í sumar bjó til myndband þar sem að ég spurði að því hvort að Páll postuli kenndi Evu syndafallið og í kjölfar af því þá var svolítil umræða á Facebook og alls konar ummæli sem að ég hef lesið þau öll og eitt af þessum ummælum segir meðal annars þetta, ég prentaði þetta út hérna, það var ekkert syndafall, alveg eins og það var engin Móses eða Jesús. Náungi sem að skrifa þetta, hann kemur sér í rauninni beint að efninu, vegna þess að hann beinir þá sjónum að tilvist Jesú og sannleiksgildi í Nýja testamenti, sem þegar segir að Jesús var sonur Guðs og að hann hafi risið upp frá dauðum. Þegar ég les Nýja testamentið, þá trúi ég því að sé að segja rétt frá þegar það segir að Jesús hafi verið fæddur af Maríu mey, að hann hafi starfað í Galileu og í kringum Jerúsalem og jafnvel farið norður fyrir landið, að hann hafi gert mörg kraftaverk, hann hafi kennt fólkinu, að hann hafi síðan farið til Jerúsalem þar sem hann var dæmdur til dauða undir Pontíusi Pílatusi og pyndur og krossfestur og tekinn af lífi af Rómverjum og þar á eftir lagður í gröf þar sem hann lá á 3. dag og hann hafi svo risið upp frá dauðum á 3. degi og birst lærisveinum sínum í 40 daga áður en hann steig upp til himna. Nú af hverju trúi ég þessu? Og það byrjar allt með upprisu Krists frá dauðum. Jesú valdi sér 12 menn til að vera opinberir sjónarvottar af starfi hans, af dauða hans og upprisu. Og þeir áttu að vera með honum frá skírninni og alveg þar til hann farin aftur upp til himna. Einn þessara 12 var Júda sem að sveik Jesú og fyrirfór sér svo, en honum var skipt út, það kom annar í staðinn sem að heitir Mattías og talaði þeirra var 12 sem að þá höfðu verið þessir opinberu sjónarvottar. Og þeir báru leið og Jesú var farin upp til himna og hvítasunnudagur kom 10 dögum síðar, þá báru þeir vitni það að Jesús væri risinn upp frá dauðum, að hann væri sannarlega sá sem hann sagðist vera, hann var sonur Guðs, hann var Messías, hann drottinn. Og fyrir þennan vitnisburð þá hlutu þeir andspyrnu, að sjálfsögðu, frá gyðingum sem og frá Rómverjum. Þannig að þeir þurftu að þola ofsóknir úr 2 áttum, bæði frá sínu eigin fólki, frá gyðingum sem að útvísuðum úr sínagóngum og framseldi þá til Rómverja og frá Rómverjum sem að vildu að þeir tæki þátt í keisaradyrkun og voru tilbúinir til að taka kristna menn af lífi fyrir það að játa Jesú sem æðsta drottinn. En þetta gerðu þeir samt sem áður og 11 af 12 postulum gengu í dauðan fyrir vitnisburð sinn að Jesú væri risinn upp frá dauðum og að hann væri drottinn. Það eru alls konar menn sem eru tilbúinir til að deyja fyrir alls konar málstaði, en hver tilbúin til að deyja fyrir málstað sem hann trúir ekki á, sem hann ekki sannfærður sjálfur? Þessi postular voru sannfærður það sem þeir hefðu séð og heyrt, að þeir hefðu séð Jesú deyja og að þeir hefðu séð hann upprisinn þar á eftir. Þess vegna voru þeir tilbúinir til þess að ganga í dauðan fyrir þennan boðskap og þess vegna trúi ég þeim líka þegar þeir segja frá lífi Jesú og frá dauða hans og upprisu. Nú, það eru ákveðnar afleiðingar af því að trúa þessu. Ef að Jesú reis upp frá dauðum, þá hann, svo sem hann segist vera, þá hann drottinn. Og ef Jesú drottinn, þá veit hann líka hvað hann að tala þegar hann talar persónurnar í Gamla testamentinu. Þegar Jesús talar Adam, Abraham, Móses, Elías, Jesaja og fleiri, Davíð konung til dæmis sem sögulegar persónur og talar til dæmis syndafallið sem sögulegan atburð. Nú hver þá ég til þess að hafa aðra skoðun á því eða til þess að andmæla Kristi eða afneita því sem hann hefur sagt? Kristur veit betur en ég, hann drottinn og þar af leiðandi trúi ég því sem hann að segja. Þannig að þegar Jesú talar Gamla testamentið og lýsir því sem orði Guðs, þá tek ég það til mín og hlusta líka á Gamla testamentið sem orð Guðs. Og þar af leiðandi Biblían öll orðin trúverðug og orðin vitnisburðurinn Krist og orð Guðs. Þannig að þetta byrjar allt með upprisu Krists frá dauðum. Hann reis upp frá dauðum
og þar af leiðandi hann sá sem að hann segist vera, hann drottinn og þar með leysir allt hitt sig út frá þeim atburði, út frá þeirri staðreynd að Jesús drottinn. Og þið látið mig að sjálfsögðu vita hvað ykkur finnst þessar hugrenningar í ummælunum og hvernig þið sjálf hafið hugsað þessa hluti. Verið þið sæl.